Jæja, velkomin í vlogg númer 15. Það er jeppavloggi mikla, held ég, það var að koma ljós. Kottu. Hvað? Það ekki tapp á pönnunni? Nei. Ég sé samt hvað þú átt að bora hann. Já, ég sé hvað það er. En þetta ekki allt fyrir nýja bolta? Jú. Gott að gera því svona lausu lofti líka. Nei. En hvað gerist þú droppar hann aðeins núna, veitu? Ok, þá var að tjekka þessi. Svona, eitthvað hérna, hann er eiginlega bara komin að. Það er líka. Ok. Ekki stabilt það. Ég var einmitt að segja að þetta lítur út fyrir að vera rosalega öruggt. Hvað aðeins yfir. Sko, þá þarftu bara held ég að slaka. Sko, við erum allavega að færa skiptinguna eitthvað til á bitanum, til að stilla sko, hérna, engulið á henni. Já. Hann er ennþá, sko lyftarinn þyrfti að fara örlítið hérna bílstjóra megin. Þú veist, þá er það eiginlega bara komið, sko. Þetta er flott. Ha? Það er ekkert eðlilegt, sko. Ég veit ekki, bara lækka aðeins eða eitthvað? Já. Já, þetta er eitthvað mjög ekki í lagi, sko. Góð dag, í dag er 13. október, segjum það bara. Það er þriðjudagur, klukkan er 7:30 morgun. Sérugidrusla mín fór ekki í gang, 4 lítra ógeð. Já, hann fyrst ekki í gang, það er eitthvað immobilized, eða væntanlega eitthvað að tölvunni í honum. Það var ekkert annað að gera en að fara bara aftur í áreiðanlega gamla góða bílinn sem maður á, sem er auðvitað Monte Carloinn. En svona áður en ég fyrir að nota hann meira þá
ætla ég kíkja yfir olíu og hérna setja mælaborðið upp og eitthvað. Eða sérst, mælaborðið fyrir hitann og allt þetta drasl tengi kannski tjókið og eitthvað, þannig að ég ætla held ég að reyna ykkur að fylgjast með því, þannig að það verður bara gaman. Það er mikið leikur undan sjálfskiptingunni, þannig að ég er að mæla henni og sjá hvort að ég þurfi nokkuð að bæta á hana. Mætti reynda að setja aðeins meira á hana. Mælaðin komin upp og djöfull eru þeir skakkir. Andskotin. Já, þetta er flott. Þetta er eins og ég ætlaði að hafa. Þetta er allt í góðu. Shit, hvað þetta er skakt. Ok, laga seinna. Það var spurning með tjókið. Hérna er orginal tjókið reyndar. Það er bara fínt að vera með það. What? Ha? What? Holy shit, sko. Ég elska gamla bíla, maður. Shit. Þeir eru bara með plug and play spaða til að stela, suðstraum. Þetta er svo langbest, maður. Shit. Ái. Right. Erum við að sjá þetta cable management hjá mér það? Ég vil þetta snýttilegt. Þetta er ekki eins og í dormari bílum, sko. Já, ég er semst að tengja innsogið núna. Hann er rosalega leiðilegur í gang, hann er kaldur og það var handvirkt í innsoginu sem var ekki tengt núna. Á þessu er svona rafmagnskmúkur sem var ekki tengdur. Þannig að núna þegar ég er búinn að tengja hann og þá ætti hann vonandi að verða skemmtilegur í gang þegar hann er kaldur. Ok, þá er innsogið komið. Hvernig ætli það virki? Ég held sko að hann ætti að loka þessu blaði þarna þegar ég svissa á. Hann gerir það ekki. Ég veit ekkert hvernig það virkar. Ætli þessi ekki örugglega straumur á þessu samt. Ég kannski kíkja á það. Það væri leiðilegra að það væri ekki straumur á þessu. Ok, það er straumur á þessu þannig að þetta ætti að virka held ég. Ég veit það ekki. Þetta er allavega hana. Jæja, hann skilaði þessu fyrir þó. Af hverju er ekki til millimetra lykill sem er 9,5? Er ég að biðja of mikið eða? Ég þarf semst að taka á flækjunum. Bara, þær eru væntanlega orðnar, lausar. Gallinn er að þær eru, þú veist, 17.33 eða eitthvað svona bull og það er akkurat eini lykillinn sem ég á ekki. Ég man ekki hvort það er kvarttóma eða ég man ekki hver lykill það var. En það er eini tómulykillinn sem ég á ekki og auðvitað passar ekki 10, það er of stórt og 9 passar ekki upp á því það er of lítið. Þannig ég þarf 9,5. Mér finnst ég ekki vera að biðja of mikið. Heyrðu. Þannig að það sem ég var að væla á hann klippti það út. Ég fann lykilinn. Ok. Þetta er allt ríghert maður. Já, það er ekkert að spá í þessu. Helvíti gott. Það var það komið. Það var 3/8 upp að það. Bara svona ef eitthvað er að fylgjast með.
Ok, takk fyrir lækjum, krossa það að listunum. Ok, hvað ég þá eftir? Já, ég ætla að setja, mér langaði að setja radavar í hann, ekki út af ólöglegum ástæðum. Bara svo að það sé tekið fram og það sé alveg á kristaltæru. Ég keyri bara á 90. Ok, ég keyri kannski á 100. En það eru, hraðamælirinn er mjög tregur í bílnum og plús að hann er í mílum. Og ég kann ekki á Ameríku, þannig að, já, ég ætla að setja radavar í hann. Bara upp á kílómetr per hour töluna. Ok, bara upp á hraðatöluna. En ég finn ekki, ég pantaði svona tengi sem er bara pluss og mínus og í radavarna því það er náttúrulega ekki sígarettukveikir í þessu, held ég. Er kannski sígarettukveikir í þessu? Býta aðeins. Nei, það er ekki sígarettukveikir í. Þannig að ég þarf svona pluss og mínus tengi. Ég er búinn að panta og búinn að fá það og ég veit ekkert hvað það er. Þannig að, já, ég ætlaði bara að setja útvarp í hann og eitthvað smáttar í, þannig að þetta verður að duga í billi, hann er gangfæri og geti keyrt, þannig að það tekið bara Milwaukee útvarpið með mér, þannig að þetta að sleppa. Jæja, herri, ég veit ekki alveg hvernig ég ætla að gera þetta. En ef við hoppum nú úr öðru yfir í annað, það er ég komið hérna með Dailyin minn, Cherokeen. Ég keypti daginn, gullfallegur bíl, mjög góður. Sko, já, ég fór sérst í hálendisferð á honum daginn og varð fyrir því óheppi að missa bensíntankinn undan. En hann er vel fastur og allt núna, strappaður og góður. Hann er bara pikkfastur, ég veit ekki svona hverju ég spáði þessu. En ég keypti sérst nýja svona bensínhlíf til að halda honum uppi, þannig ég ætla að skipta það. Hann sérst datt undan og ég held ég hafi dregið hann sko að minnstakosti 10 metra sérst bara á bensínlögnunum. Það sést ekki hérna en þetta er sérst bara litla lagnir sem að fara sérst í dæluna og fram í. Ég held ég hafi dregið hann einhverja 10 metra á þeim og þær slitnuðu ekki, sem er ótrúlegt. Og þú veist, ef þær hefðu slitnað þá hefðu verið fastir hérna símasambandslausir með bíl sem fer ekki í gang. Þannig að það er mjög heppilegt að þeir skildu ekki hafa slitnað hana, ég eiginlega bara skil það ekki. Þannig að hann datt undan og við drófum hann í einhver tíma, en við náðum að strappa hann upp og eitthvað. Ég var sem betur fyrir mig að strappa á verkfæri og eitthvað, þannig að þetta er fínt. Þannig að ég ætla að rífa þetta undan og setja hann í þessa hlíf og þá Dailyin minn orðið góður. Sérstaklega eftir að ég er búinn að brjóta fram hjá í móbílastöðnum. Það var mjög áhugavert. En ég náði sérst að brjótast inn í tölvuna á honum og breyta í móbílastöðnum eitthvað og fikk mælaborðið til að virka á allt. Þannig að þetta er bara í toppstandi. Hérna, það er það bensínlífin. Dammit, var ég ekki að taka upp? Ok, ég smíðaði stykki. Veitir, það er bara eins gott. Afi minn horfir ekki á þessi myndbönd. Og það er eins gott að hann muni aldrei sjá þessa smíði hjá okkur. Þetta er hrikalegt. Hún er þarna, það er alveg rétt. Þetta þarf svo sem ekkert að vera, þetta er hindarlega fínt upp á styrkinu, þetta er bara alveg ógeðslega ljótt. En ekki fyrir þarna? Nei, þetta sleppur. Nei. Hún er í línu með grindina. Þetta er nú helvíti heitt, af hverju virkar þetta í?
very hot. Mike, check. Hit. Mjög gaman. Það svona hérna. Nei takk, ég er góður. Gummi að svona okkur að fara afturtaka. Halda móti. Ái. Ekki bringubeinið. USB-portið. Pluggaði þetta. Styrra það. Jú, já, náttúrulega, já, splitter. Og því að maður nota það sérst fyrir skjáin. Já, þú notar það fyrir En ef ég er með splitter þá get ég verið með bæði, sérst það og svo USB-snúru. Það er sambandi til að lesa. Já, ef þú ert ekki með splitter. En ég á splitter, þannig að, já. Þú erum með 7 tengi í mælaborðinu. Já. Það verður USB-tengi í mælaborðinu hjá þér til að bara og fyllta hestöflum. Þú getur bara sett USB-líkil í það og það er bara eitthvað prógram þar. Já. Ég veit þér ógæslega fegin að þú sér að kaupa þetta út. Af hverju? Því ég var búinn að segja að það verður gaman að hafa því sem farið það. Já. Ég blössaði að setja vítró. Já. Ég held að það sé geðveik hugmynd. Ég held að það sé geðveik. Já. Og það þarf bara að vera, þú veist, 50, 75 eða 100 gas, sko. Það þarf ekki að vera mikið. En eins og ég vil líka segja við Bjössa, ég held að það geti verið sko skemmtilega eða betra í jeppa að vera með þetta á takka. Að vera með þetta ekki í gjöfinni. Þannig að þú getur skotið í innskiluru þegar þú vilt. Þannig að þú veist, því að þú veist, ef þú ert í 100% gjöf, þá ertu bara í 100% gjöf og þá ertu alltaf með nýtró, skiluru. Þú getur ekki kveikt á því í miðri brekku. En ef þú ert með takkan, þá getur bara skotið í inn ef þú heldur að þú sést að fara að þurfa það, skiluru. Ég held að það sé betra, sko. Já, góða kvöldið. Í dag er 28. október, þriðjudagur. Ég var að fatta að ég tók ekkert mikið upp helgina, en við gerðum alveg eitthvað í rangleitum. Við erum búin að smíða plötu fyrir rafmagnið og búin að leggja tölvukaflana og eitthvað og ég er að fara að byrja á rafmagni í bílum. Svo er búið að smíða hérna glænýtt mælaborð maður, búið að merkja á það hvað allt á að fara og eitthvað. Og við erum búin að setja í og það passar, þannig að þetta er bara helviti gott. Ég ætla bara að halda áfram í rafmagninu. Ég held að ég geti haldið áfram með það, þó svo að mér finnst ég segja þetta rosalega oft, en ég veit eiginlega ekkert hvað ég er að gera. Ég veit ekkert hvað ég á að gera næst og hvað ég á að gera fyrst og eitthvað, þannig að ég ætla bara að gera það sem ég get og það er rafmagn. Við erum að bíða til millikassanum, þá getum við sett hann í og þá er bara öll driflínan klár að koma í. Þá erum við bara reyndar eftir að stytta og lengja sköft. Ef það þarf, ég held alveg örugglega að það þurfi, en það er smá séns á að þetta sé á sama stað, þannig að það þurfi ekki að snerta því. Þetta sé kannski bara nokkrum sentimetrum frá. Þannig að það væri geggjað og já, þá er það allt komið og þú veist, svo getum við farið að smíða púst og eitthvað. En þetta er voðalega skrítið að vinna í þessu miðað við eins og sko torfæribílnum, því að núna finnst mér eins og sé bara, þú veist, það vantar bara allt saman. Þú veist, það er ekkert í húddinu á þessu dóti. En eins og í torfæribílnum þá er þetta náttúrulega öll grindin og það er allt í grindinu og eitthvað svoleiðis, þannig að
Það er alltaf eins og hann sé tilbúinn, en í þessu þá finnst mér bara eins og það sé, þú veist, bara ekkert þarna. En já, þannig að eins og ég segi, ég ætla bara að gera það sem ég get gert, sem er að halda áfram í rafmagni og við bara finnum út úr restinni, einhvern veginn. Sko, ég sagði við Baldvin að ég ætla að hafa þetta aðeins svona fólksbílalegra og flottara hérna í þessum bíl hjá honum heldur en eins og torfæri bílunum sem ég hef búin að vera, sem ég hef sett í. En ég þarf bara að biðjast afsökunar, þetta er fyrir mér. Ég syns ætlaði ekki að klippa neitt eða að gera neitt við rafkerfið, ég ætlaði ekki að breyta því. En ég sé að ég þarf að breyta því. Dammit, strákar. Það er þreytandi að hafa þetta snyrtilegt maður. Jesus Christ. Af hverju? Af hverju töppuðu þeir ekki millihettið áður en að ég ætla Baldvin fær að sjá þetta, ég ætla að tengja þetta, hann má af hverju töppuðu þeir ekki alltaf ok, whatever, mér er alveg sama ok, whatever ok, fuck já Cooling temperature sensor. Ok. Það er bara að setja í gang. Svo nánast. Jæja. Góður nýja bílinn. Nei, þú eru drepinn. Þú eru reynda drepinn Eva. Þetta er Willis. Af hverju voru aldrei með hann svona hátt upp? Já, takk. Ok. Eru þá öll kerti komin í og allir þræðir á? Já, nei, ég er ekki með að segja þræðin á. Hérna megin. Ég vissi ekki. Varstu búin að herra það? Hann var svona. Var hann laus? Hann var bara laus. Já, ok. Ég veit ekki. Já, það var einmitt það sem ég ætlaði að gera líka. Ég ætlaði að sjá hvort það væri olía á honum. Til hamingju! Takk. Þetta líst mér á. Þú skoður alveg bíl. Það kom að því. Hvernig gengur þér? Það er við að vinna í þessu nú. Það er syndan að hafa gert þetta nú að finna ekki tekið tíma minn. Nei, það er ekki. Það er fyrsta gangsetning. Hræma hann kannski nokkru sinnum. Ég er ekki kelling. Það bara var fullt af bensíni og svona. Baldvin vill endilega setja hann í gang, þannig að það er bara að leyfa hann að gera það. Ég er bara hérna út í horni. Takk upp. Já!
vitlaus ljóðinn. En það vantar stærri fucking loftsíu á þetta. Þetta er fáránlegt. Hann að drepast. Það bara getur ekki verið að þetta vinni eitthvað, sko. Þetta er pínu fucking lítið, sko. Já, ég er með 540 og þetta, ég er með Yaris. Já. Þetta er örugglega minna en Yaris loftsíu. Yaris er ofta með. Shit. Já, góðan dag. Við erum mættir aftur út í skúr. Staðan er ágætt. Við erum búin að tengja hérna rafmagnið framan á mótorinn. Ég kláraði það eftir það sem þið sáðu senast. Komin regulator ný hérna. Og við erum búin að gera eitthvað meira held ég. Það táðist því miður. Slattaði síðustu helgi þar sem að ég var svo bráðgáfaður að kaupa mér jeppa. Ég ætlaði nú bara að vera með Baldvin í vetur á vagnliðum með ellis en nei, það var ekki nóg, þannig að ég keypti þennan hérna 46 tommu Willys. Ok, menn nóg með það að vera 46 tommu Willys að það var með Big Block sem að, já, 540 Big Block sem að er að minnsta kosti að vera mjög hóflegir að skila vel yfir 500 hestöflum. Þannig að ég held alveg örugglega svona 700 hestöfl kannski. Styrt 480 aftan á, Dana 60 framan á aftan. Fox fjöðurinn, hringinn, coiloverar, það læti. Þannig að þetta er algjört apparat en það hefur að ég held allavega það sem ég er búinn að sjá og gera og skoða núna að hann hefur ekki fengið neitt viðhald greið seinustu bara örugglega fullt árum að minnsta kosti seinustu 4-5 ár og þegar ég fékk hann þá fór hann ekki í gang sem var pínu bummer og þegar ég held að þetta vera bíll alveg í toppstandi en fór ekki í gang og ég startaði, gerðist ekki neitt og prófaði að skipta geimi og þá hrestist aðeins upp á startaðan og þá var ég örugglega búinn að bleita kertin og þannig að ég dró hann hingað inn, skiptum kertin og sem var ógeðslegt bæði að sko, ég veit ekki, kannski get ég að sýna ykkur það á ekki að vera Big Block í svona bíl, það er allavega, það er mjög gaman en það er ekki ætlast til þess. Ái. Þetta er stikkið. Það er reyndar enginn að fara að segja mér að það sé að fara að koma inn 700 hestöfl í gegnum þessa litlu fucking síu. Það er bara ekki fræðilegur, sko. Þannig að ég þarf eitthvað að finna út af því, smíða eitthvað, inntaksrör eða eitthvað til að fá stærri síðu því þetta er fáránlegt. En allavega, kertin eru sérst, þarna náttúrulega, ég veit ekki hvort það sést, þarna sést eitt kertaþráður. Þannig að það var rosalega gaman að skipta kerti, enda sýndist mér á kertunum, ég held að ég sé búinn að henda þeim öllum, en að það hafi bara ekki verið skipt kerti í honum bara nánast frá upphafi. Þau voru rosalega sótuð og ljót og bara ónýtt þess vegna fór nýja í gang, þannig að við settum þau í og nýr geimir hérna kom nýjan, þannig að þá bara rauk hann í gang. Og já, en það er komið smá checklisti fyrir hann, það er náttúrulega þetta klassíska þegar maður er með bíl sem er ekki fengið neitt viðhald, það er að checka á olíum og vökum og dreifum og öllu draslinu. Bremsuvökva og eitthvað. Á pústið til dæmis, það sprakk hljóðkútur í honum og það var aldrei gert við það. Þannig að hann kom með 1,5 pústi. Þannig að ég er búinn að panta nákvæmlega eins kút. Þannig að ég þarf bara að sjóða þetta saman, hann sést soðinn við. Og það er ryðfrítt bæði við pústið. Þessi hérna kútur, hann er sprunginn hann á botninu honum og fór inn í þetta allt ryðfrítt og flott, þannig að það þarf að
Já, fá nýja kútin og sjóða það eitthvað saman. En það svona bara í rauninni smotterí sem sem maður þarf að gera við þennan bíl til að geta farið á honum út að keyra. Allavega smotterí miðað við Wranglerinn. Nei, það nú líka bara smotterí, það ekkert mál. En það basically allt í þessum bíl bara allt úr efstu hillu. Þessi bíl var sko í rauninni já, hann lengdur. Eins og þið kannski sjáið með við fjörhjólið þarna. Þetta, ég veit ekki hvort það sjáist almennilega á mynd, en hann fjörhjól og þarna bíl. Þannig að hann var lengdur sem 2012 held ég, 2011-12 af gæði sem heitir Theodor. Ég þekki hann ekki, en ég hef séð myndir af smíðunum og eitthvað. Og það bara alltaf flottasta og ógeðslega flott smíði í bílum öllum. Og bara allt sem fór í hann var bara úr efstu hillu, bara ógeðslega flott. Hérna sjáu þið inn í hann, allar innréttingar og allt, þetta allt, ég held meira segja sko að þetta þarna sé tölvuteiknað og læti. Og já, by the way, þetta 5 sæta Willys. Og það ekkert eðlilega gott lappapláss þarna aftur í honum, þegar maður situr aftur í honum sko. Þannig að þetta sturlað apparat. Þannig að það bara smá viðhald, eitthvað, kíkja hitt og þetta, græja pústið og svona. Og það hann bara ready, þannig að það ekki mikið sem það að gera þar. Það var Wrangler. Það alltaf meira sem það að gera þar. Sko, ég held sko að mesta smíðavinnan sem eftir í honum að við erum býðið eftir millikassanum. Raggi Skúla á Ljónstöðum að taka hann og að græja, að breyta rillunum í kassanum þannig að passi beint aftan á þessa skiptingu sem geggja. Og þá var eitthvað leigurnar voru orðnar lélegir í honum, þannig að hann pantaði það og verið skipt það, þannig að vonandi fyrir helgina, kannski sennilega ekki, en ef við fáum hann þá getum við sett kassan á og sett hann hérna aftan á og þá vitum við lengd á sköftum, aftursköft og framsköfti, og við lifum í þeim draumi að við þurfum ekki að breyta sköftinum. Og því þetta sami millikassi, þá passa allavega sköftin á, og þetta kram það var svona plus mínus 5 cm sem það muni á staðsetninguna á raskatin á skiptingum. Við notuðum þess að sama sjálfskeytibita, þannig að vonandi þurfum við ekki að breyta sköftunum, en mjög líklega. En ef við þurfum ekki að gera það, þá eiginlega öll smíðavinnan bara nánast búin í honum. Þá bara smotterí við að byrja að tína honum saman, og þegar ég segi smotterí þá það smotterí, það fullt af drasli sem það að gera sem tekur þvílíkan tíma. Og hvernig þetta 80% af vinnunni tekur 20% af tímanum, en 20% af vinnunni tekur 80% af tímanum eða eitthvað svoleiðis. Þannig að já, það að klára rafkerfið, klára bensínkerfið, við getum gert það núna þegar regulatorinn er kominn. Og koma fyrir vasskassanum og leggja það í dæluna og eitthvað, þannig að já, núna ætla ég veit ekki alveg hvað ég að fara að gera. Ég ætla sennilega að byrja á að laga pústið öðrum megin, því að það sama þar pústið bara hengt upp með benslum sem já, rosalega synd hvað þessi bíl hefur fengið litla ást seinustu, ég veit ekki, 10 ár eða eitthvað, ég veit ekki hvað maður að segja, ég þekki ekki alveg söguna á honum. En það synd með hvað þetta ógeðslega flott smíði, þannig að ég ætla vonandi að bæta honum það upp og hugsa vel hann og hafa hann í lagi og keyra hann mikið. Þannig að já, ég held að það sé næsta mál að fleygja mér undir þennan bíl. Okay.
Ok. Ok. Cool. Þetta er búst komið. Spurning hvað ég er að gera mikið. Já, bara svo ég man það þegar ég er hérna niðri að þá er úthleyfibúnaðurinn en ekki útstæður eins og á venjulegum bílum þar sem er spöng í felgunni, kemur út úr boddíinu og inn á spönginu á felgunni. Það er í gegnum nafið, þannig að maður sér hann ekki. Eins og ég segi, þetta var bara flottasta smíði á þessum tíma og bara allt úr efstu hillu. Það sjá hvort ég finnur bensínlagnar. Já, bensínlagnarnar líta sem sagt svona út. Það er bara já. Þetta er helviti gott. Já, það er meira sem komið alveg í gegn hana, þannig að já, og þetta hefur væntanlega líka ekki verið að hjálpa að dæla á milli. Dælan er þannig að hún sígur. Það er eitthvað svona stimpildæla eða eitthvað, ég veit ekki hvað þetta er eiginlega. En alltaf dæla sem svona, þú veist, heggur bara svona eiginlega nánast eins og gömul bensíndæla. Þannig að hún þarf náttúrulega að byggja upp sko þrýsting í lögninni, en ef það er þú veist, allt opið út og þá náttúrulega býr hann ekki til þrýsting. Við vorum að reyna að dæla úr aukatankunum daginn, en við höfðum það ekki, þannig að ég vona allavega að þetta sé málið frekar en eitthvað annað, þannig að það verður bara komið ljós. Hvað? Nei, þetta er dýrar. Það er dýrar. Já. Riðfritt borla. Já. Fancy. Það varst þú með Kína í, þú sprendi kútinu í þessum. Í þessum? Já, það var bara sömmitt dótt eitthvað. Já, þú meina það? Við erum meira að hafa svolítið neðar og Já. Já, það er að vara að sjá plássinu mistuðin. Já. En hérna, já, líka ef ég ætla að reyna já, það er reynda neðið því til að nota stýrið. Nei, þetta er fínt. Já, við getum haft aukspínu þarna. Já, þú reyndar, hérna, hvað? Já, ég veit það. bara segja svona. Ég veit hvað hann er að meina. En þú veist, já, en þú eru líka að segja til sko, hvort þið finnst þægilegt að hafa takkan þarna megin eða hérna megin, skilur. Þú veist náttúrulega alltaf fylgt í þessu í ferð, svona þannig sé. Það væri ógeðslega leiðilegt ef höfuðrófin væri hér og ég væri að fara að fylgja tökkunum og myndi bara slá hann út. Það væri frekar myndið. Aldur, okkur stoppaður! Ég set þennan í toppfæribílinn og Baldur fær gamla. Já, hann er sem meðutorfur. Já. Hann er minni, ekki? Nei, hann er nákvæmlega eins. Bærni hann. Nótaði hann ónýtt. Það er í lag. Ég bara, frá því ég fékk hann, þá hef ég bara lamið hann einu sinni. Bara einu sinni. Já. Það var ekkert að honum. Nei. Svo var það bara ekkert honum að kenna. Jæja, herðu, þá er komið að lokum á þessu vloggi, held ég, alveg örugglega. Það ætla annað kemur í ljós. Það er 10. nóvember í dag, það er mánudagur. Við vorum að klára helvíti góða helgi, náðum að gera alveg helling í báðum bílum, bæði Wranglernum og nýja Velisnum. Rafkerfið er komið alveg vel á veg í Wranglernum, komið hérna fullt af vírar og svo er tölva hana undir á bakvið og lúmið komið í hana, rafkerfið allt komið á sinn stað á mótornum. Búið að breyta hérna framstikinu fyrir vaskassan, þannig að það er komið meira space inn á milli. Þannig að
Þetta er allt í vinnslu, gengur allt vel. Já, nú þurfum við bara að fá millikassa og klára smíðavinnuna. Og þegar við fáum millikassan þá getum við klárað að smíða sköftin. Og þegar það er komið þá er all smíðavinnan búin í rauninni, alla festingar og allt sem þarf að breyta og eitthvað svoleiðis, það er allt komið. Þannig að vonandi fáum við hann fyrir næstu helgi og getum græjað það og í rauninni klárað smíðavinnuna fyrir utan pústi svo sem. Og þá getum við farið í, bara farið að tínunum saman sem er þá að klára rafkerfið, klára að koma vaskassunum fyrir að framan og klára vasskerfið, smíða púst, það mun taka alveg slatta tíma sennilega, eitthvað svoleiðis, bara já eins og ég segi, klára tínunum saman. Í næsta vlogi verður alveg örugglega, finnst mér rosalega líklegt að það verði fyrsta jeppaferð vetursins. Það er möguleiki að við förum í jeppaferð bara fyrstu helgina í desember og þá er spurning hvort að við höfum ranglarinn í það, en Villi verður allavega klár ef það bilar ekki neitt, sem er gott að það gerist aldrei hjá mér, það bilar yfirleitt aldrei neitt, þannig að þetta er staðan eins og þetta er núna og ég þakka bara enn og aftur fyrir áhorfið og við sjáumst bara í næsta vlogi.